Jæja, þá klukkan orðin 12 og ég sé að við erum komin í streymi, við erum upp í efsta horninu, sér það. Já, ok. Og ég bið ykkur hjartanlega velkomin í sal Þjóðminjasafns, fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns og þennan hádegisfyrirlestur safnfræðslu. Og þetta næst síðasti fyrirlestur vorsins og eins og þið kannski vitið að þá hérna annað þriðjudag hádegisfyrirlestur og í svokallari fyrirlestraröð og þessir tveir þessi sem í dag og sá næsti sem 10. maí fjalla báðir safnfræðslu og 10. maí bara til þess að láta ykkur vita að þá það hún Jóhanna Bergmann sem ætlar að segja frá skapandi samstarfi grunnskóla og safna og hún að útbúa handbók fyrir grunnskólakennara til þess að nota söfn í sinni kennslu. Þannig að það tengist þessu erindi að nokkrum hluta. En ég heiti Anna Leif og ég starfa hér sem safnkennari á Þjóðminjasafninu og það mér heiður að kynna Sóley Ósk Elídóttur, Sóley Ósk Hafberg Elídóttur sem ætlar að koma og segja frá samstarfi okkar hér þennan vetur og það nú ekki alltaf sem að maður nær að vera í samstarfi við systur sína og sérstaklega þar sem við störfum svona á ólíkum stöðum en núna í COVID þá ákváðum við að taka höndum saman og vera með öflugt samstarf bekkjarins hennar í Ísaksskóla, í 6 ára bekk í Ísaksskóla og Þjóðminjasafns. Og þetta verkefni hefur verið afskaplega ánægjulegt eins og hún ætlar að útskýra betur og hefur meðal annars orðið til þess að krakkarnir gátu sýnt hér á barnamenningahátíð í apríl og þið fáið að sjá myndir og aðeins betur af því og eftir. En venjulega ég einungis kynnir á þessum fyrirlesturum, hádegisfyrirlesturum, en ég ætla að taka nokkurn þátt í dag þar sem að verkefnið tengist mínu starfi svo náið. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá fyrstu myndunum hérna. Og það þannig að í COVID þá buðum við hér á Þjóðminjasafninu upp á fjarheimsóknir og þær komu til vegna þess að við sáum fram á það að það væru ekkert allir skólahópar sem myndu treysta sér að koma hingað í safnið og við vorum líka með lokað á tímabili en við vildum samt þjónusta okkar áskrifendahóp. Þannig að við vorum svona að velta fyrir okkur hvað við getum gert og eitt af því var að bjóða upp á að við safnkennararnir værum stödd hér og löbbuðum sýningarnar og börnin gætu verið með kennarana sínum í öruggu svæði í skólastofunni og fylgdust með þannig. Og við gerðum 2 þannig tilraunir. Eins og þið sjáið að þá þetta 2 ólíkar heimsóknir og krakkarnir fengu þarna tækifæri til þess að fara með mér í drekaleiðsögn og unnu síðan drekaverkefni og fengu að sýna hér ásamt öðrum 5 og 6 ára börnum fyrir ári síðan og þetta kom svona afskaplega vel út. Nú og svo annað sem tengist þessu verkefni að það að ég var að skrifa mastersritgerð í fyrra vor og safnfræðslu og Sóley Ósk var svo væn að lesa yfir mastersritgerðina mína fyrir skil. Þannig að hún kynntist verkefninu mínu á djúpið. Og þannig að þar sem hún starfa sem grunnskólakennari og búin að gera það í 20 ár, að þá hafði ég hennar aðstoð líka við ýmsa þætti sem að komu að verkefninu og verkefnið mitt fjallaði safnfræðslu á byggðasafninu á Akranesi á Görðum. Og þannig var hún búin að styðja við mig í því verkefni og þannig var að gera líka að nýta sér það í þetta samstarf. Þannig að ég ætla að vera svona á hliðalínunni og Sóley ætlar að kynna sig aðeins betur og kynna verkefnið. Gjörðu svo vel, Sóley. Já, og ég ætla að segja hana að bjóða upp á og við spurningar í lokin. Takk. Heyrðu, já, ég heiti Sóley og starfa í skóla Ísaks Jónssonar og hef verið þar í 17 ár.
og útskrifaði sem íþróttafræðingur á Laugarvatni og byrjaði starfsferilinn eftir háskólamenntun sem deildarstjóri á leikskóla. Var þá með 4 ára krakka. Og ég svona orkubolti og gerir rosalega mikið. Þannig að ég vildi halda áfram með þennan aldur og hann hentar mér og minni kennslu og ég vildi bara svolítið vinna í þessum takt. En ég byrjaði að kenna sem leikum- og sundkennari til að byrja með, fyrstu 5 árin og svo ákvað ég að taka við bekk. Og ég meðal annars fór svo í meistaranám í lýðheilsufræði og ég gaf út leikjabók þarna allt í millitíðinni og en já, þannig að ég af hverju fór ég af stað með þetta verkefni? Ég ákvað að við í Ísaskóla erum með eitthvað sem heitir áttafræði og þá byrjum við í grunninn og í kjarnanum og færum okkur út á við. Og ég fann bara að sérstaklega núna eftir síðustu 2 ár, ég var bara orðin ansið þreytt og lúin og og mér fannst ég vera svona hálfbrunnin eins og margir að lenda í dag og mér langaði bara að fá svolítið gleðina í starfið aftur og bara nýtt umhverfi og prófa eitthvað nýtt. Við vorum oft búin að tala að væri gaman ef við gætum starfa einhvern tímann saman og þarna datt mér bara í hug á fyrstu starfstöðunum í haust að gera eitthvað splungunýtt. Ég hringi Önnuleif og spyr hvort hann sé til í samstarf, klárlega var hann til í það og þetta átti bara að vera 1-2 heimsóknir að hausti og eins að vori. En svo fór þetta bara svolítið að veltast aðeins meira og úr þessu varð 1-2 heimsóknir í mánuði. Þannig að það var meira úr þessu. En markmiðið með verkefni svolítið svona eins og því ég var að kenna sund. Að þá vildi ég allir krakkarnir færu frá mér eftir síðasta sundtíma vetrarins að þau myndi hitta mig á fyrsta skóladegi haustsins og spyrja mig hvenær væri næst sund. Og þau væri ólmja fyrir sund á sumrin og þetta væri bara skemmtilegast að fæja í skólan. Og ég vildi svolítið gera skólagönguna þannig núna í vetur. Það væri svo gaman í skólanum að á hverjum degi myndi við vakna og vera spennt að koma í skólan. Og mér fannst það takast rosalega vel í vetur, bæði fyrir mig og fyrir krakkana. Þannig að við fórum bara af stað og auðvitað náttúrulega fylgi námskrá og allt þetta og hinir 2 bekkirnir við erum að vinna með sama efni en ég fer töluvert meira á safn heldur en þær gera. En svo náttúrulega svona markmiðin voru líka að tengja heimili við skóla betur heldur en það hefur svolítið slaknað núna síðustu 2 ár og ég vildi tengja það betur. Og svo þegar leið á starfið og á verkefnin okkar að þá var svolítið endurvinnsla í svolítið motto í okkur og þið fá að sjá núna af hverju þegar líður á glærurnar. En fyrsta þemað okkar var fuglar og þið sjáu lóa, spói, svanur, krummi, skógarþröstur og önd. Og við eins og ég sagði koma á safnið og Anna-Leif sýnir okkur allt sem að tengist fuglum og fer með okkur í gegnum safnið og eins og ég sagði maðurinn í appelsingulu peysunni, þetta stuðningsfulltrúi sem kemur með mér alltaf og þegar líður á eftir fyrstu heimsóknina, hann var bara 1 í fyrstu, var það ekki? Jú. Og en svo lætið það alltaf eftir hverja heimsókn að þá teiknum við mynd og skrifum frá í sögubók og þarna sjáið þið í horninu mynd eftir eina í bekknum frá ferðinni og meira þess að þetta svo nákvæm mynd að það mynd af blómónum á kjólinu sem Anna-Leif var í þessari fræðslu. En við héldum áfram og við gerum alltaf listaverk og þarna komst ég yfir parta af gæs og ég leyfði þeim að opna vænginn og pota í augun og koma við fætur og annað og þau fengu að gera fjaðurpenna og skrifa með bleki. Þannig að þetta var svolítið svona skemmtileg upplifun
fyrir krakkana og teikna listaverk og við ræddum náttúrulega alla þessa fugla og hvort það væri einhverja nytjar af fuglunum sem við vorum að læra og við komumst að því að við gætum skreytt okkur og byggum til svona eyrnalokka úr fjöðrunum við pikkuðum nokkra fjaðrir að þessum væng þarna og gerðum eyrnalokka og svona. Þannig að það var alveg hellingsgert og svo fór ég á Klambratún og kenndi þeim leik að verpa eggjum og svo náttúrulega teiknuðu mynd, fengu að velja fugl til þess að teikna. Ég kendi þeim fuglafitt og við fórum á tjörnina að finna þessa fugla sem vorum að læra Og svo fórum við í næsta þema sem voru skuggamyndir og við nýttum strax leið og við erum að koma, þá kemur sólin upp og við ákveðum að gera skuggamyndir á vegginn. Ótrúlega skemmtilegt að sólin hefði tekið svona mót okkur og bara strax gátum við byrjað í þemanu. Þannig við nýtum umhverfi okkar og við förum á safnið og annarlega við erum með smá kynningu og röltum húsið og kennar okkur allt sem tengist ljós og skugga. Og þarna stöldruðum við gluggan listaverk hennar Nínu Tryggvadóttur sem kemur svo seinna við sögu. En þarna sjáum við, þarna nokkrir foreldrar búin að bætast við. Ég ákvað að senda tölvupóst og segja að við myndum fara svona ferðir reglulega og hvort einhverju foreldrar hefðu áhuga á að koma með og strax viðbrögð og einhverju koma með. En þau náttúrulega bera enga ábyrgð en eru bara að koma með og fá að njóta og sjá börnin sín og vini þeirra í öðru umhverfi. Og af því að þarna máttu foreldrar ekki koma inn í skólan en þau gátu þá koma með okkur í ferð í staðinn. Þannig að sem var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég veit að foreldrarnir höfðu jafn gaman að þessu ekki skemmtilegar heldur en krakkarnir og lærðu alltaf. Það voru alltaf einhverjir punktar sem að þau lærðu. En ákveðu að gera verkefni. Þau teiknuðu myndir og eins og við sjáum mynd af Önnuleif út á horni við hliðina á tjaldinu. En við vorum með stöðvar, silhúettur og skuggamyndir og svo að vinna með ljós líka, leikur á ljósi. Og við byggum svo til skuggaleikhús í skólanum. Við náttúrulega ræðum ljós og skugga og allt þetta yfir bara í október og þetta var í rauninni þá partur af listaverkunum okkar. Ég bjó til sögu af því að krakkarnir kunnu allir Grísina 3 og ég bjó þá til skuggaleikhús með Grísina 3 og sagði þeim söguna og svo fengu þau að búa til sínar eigin sögur. Þannig að eins og við sjáum þá þetta svolítið svona endurunnið, þetta eru grillpinnar og mataprjónar sem þau fengu að líma á. Þetta einhver pappakassi sem ég skar í sundur og límdi plastpoka á. Þannig að ég svolítið að sýna krökkunum líka að þau geti gert þetta allt heima. Svo fórum við í Hallgrímskirkju til þess að sjá líka ljós og skugga. Þá byrjum við á því að fara inn í kirkjuna og sjá ljósi koma inn og skoða gluggan. Þetta Leifur Breiðfjörð sem á þetta listaverk og svo þegar við fórum fyrir utan kirkjuna aftur þá sáum við ekki myndina. Þannig sáum við hvað ljósi hefur mikil áhrif á þetta listaverk. Og út frá því þá bjuggum við til svona krukkulistaverk. Þannig að þau límdu á og bjuggu í rauninni til sitt listaverk í takt við Leif Breiðfjörð og Nínu Tryggvadóttur. Þannig að þau fengu að gera sitt listaverk sjálf. Og svo borðuðu hádegismatinn með kveikt á kertum og kósí heitt. En við fórum líka, ef ég fer ekki á eitthvað safn, þá fer ég í hverju viku út úr húsi. Og eins og á næstu mynd þá sjáum þið að við fórum að leita af mynstri í hverfinu, fundum hann bara nálægt okkur, alls konar munstur og fórum að teikna og svo fengum að búa til í rauninni sitt eigið gluggalistaverk. Þannig að en stundatafla mín þannig að ég með 4 samlíkjandi tíma á miðvikudögum, þannig að þeir tíma nýtast best af því þá get ég farið út úr húsi og verið alveg frá 8:30 til 12 með þeim og farið svona lengri ferðir ef ég vil. Svo þegar kom að ég að læra fiska, þetta þema átti að heita fiskar, en eftir að við fórum að spjalla hvað við erum að fara að læra, að þá komist á því að þetta ekkert allt fiskar
og í sameiningu ákvað að breyta þeman okkur í sjávardýr. Þannig að ég notur rosalega mikið spjall með krökkunum og sögur og alls konar og náttúrulega vettvangsferðir og svona, og leiki. Þannig að eftir að ég byrjaði á þessu þema þá tók ég eftir í hversu mikið ég væri að gera með þeim. Þannig að þið sjáu þarna ég að bæta náttúrulega bara fullt af orðaforða. Þetta bara dæmi orð sem við erum að læra og þau gera sögu í sögubók og myndskreita eftir hverja ferð og ég rauninni á hverjum einasta miðvikudegi. Ég var með einhverja starfsfræði tengd þemanu og ég ákvað að kenna táknmál í hverju þema og kenna einhver lög sem tengjast þemanu okkar. Ég með málshætti eða orðatiltæki og ég með einhverja leiki, það sem ég náttúrulega svolítið svona leikjagúrú og þá fannst mér það náttúrulega bara hreyfing og annað sem að tengist þessu og það svo skemmtilegt að læra í gegnum leiki og sögur. Og svo ég með yndislestur alltaf í nestistímanum eða hádegismat og þá það eitthvað sem tengist þeman okkar og svo það okkar eigin listsköpun og svo tek einhverja listamenn fyrir og við nýtum okkur í kennsluna. Þannig að hérna svo sjávardýrið og eins og þið sjáuð að þarna myndin af, maður sjá, nota hérna bendilinn, myndin hérna, að þetta sáum við líka í fuglunum en við förum hérna aftur að því hér fuglinn sem við sáum í fuglaþeman okkar en svo þetta hérna, tengist þetta sjávarþeman okkar. Þannig að það svo skemmtilegt að þó að við værum á safninu að fara sömu leið að það voru samt alltaf að sjá eitthvað nýtt og alltaf að læra eitthvað nýtt. Þannig að mér fannst það svo ótrúlega skemmtilegt. Og þau voru rosalega spennt yfir þessum hlutum eins og sjá þessa vettlinga sem væru svona rosalega gamlir en samt alveg eins og vettlingarnir okkar í dag. Þannig að við ræktum það. En þessi heimsón, hann voru svolítið að málsáttum í þessari heimsón sem var mjög skemmtilegt hjá okkur að tengja málshættina við. Að vera færi flestan sjóm, sníða stakk eftir vexti, ætla skal borð fyrir báru og betri lítill fiskur en tómudiskur. Þannig að krakkarnir eru komið rosalega mikið áhuga á málsáttum og orðatiltækjum eftir að hafa byrjað með þetta í vetur. En við nýttum líka ferðaforma á Sæmund og Selnum. Í sömu ferð að við komum hingað, þessi stytta náttúrulega hérna nálagt, þannig að við nýttum ferðina að skoða þar. Við fórum á sjóminjasafnið og hvalasafnið og svo skelltum við okkur í fiskbúð Fúsa og þarna nýtti ég mér samböndina að Fúsi átti barn hjá okkur í Ísaskóla og ég hringdi bara í hann og spurði hvort hann gæti redda mér heilum og stórum þorsk. Hann hélt það nú og við fórum þá og tókum göngutúri í fiskbúðina, keyptum heilan þorsk, röltum tilbaka, við slæjuðum, flökuðum annan fiskinn og hinn slæjuðum við og flöttum út eins og við vorum búin að vera að læra og svo ákvaðum við að eins og þið sjáðu skemmtilega myndir af krökkunum haldandi fyrir niður, fannst lyktin ekkert spennandi en við ákvaðum að elda hann og borðan. Og þarna erum við líka svolítið að reyna á öll skynfærin okkar. Að fá að snerta og koma við fiskinn og finna lyktina og svo bragða á honum líka. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Og hérna eru til dæmis leikir sem að við fór í tengt sjávarþemanu. Ég bjó til stærðfræðileik sem að heitir Þorskastríð og svolítið í takt náttúrulega bara við þorskastríðið og svo náttúrulega fáfáður fiskur í sjó sem ég býst við að flestir kunni og svo kenndi ég veiðimann og þannig að ég kenni rosalega mikið, nota teninga rosalega mikið í stærðfræði og spilastokka, þannig að þetta var mjög skemmtilegt og svo bjuggum við til troll og sjávardýr þannig að þau teiknuðu myndir bara á lítil blöð, öll þau sjávardýr sem vorum að læra og svo bjuggum við til troll og þarna kemur til dæmis upp þessi endurvinnsla. Ég fann gamla himnasæng inn í geymsli hjá mér sem ég ætlaði að losa mig við og mér fannst bara tilvalið að búa til troll úr því þannig að þau fengu að teikna stóra hringi á trollið, klippa út og svo að þræða.
Þannig að þeim fannst þetta mjög skemmtilegt. Svo ákváðum við að þannig að þetta væri rosalega sjónrænt hjá okkur að mæla öll þessi sjávardýr hvað þau væru löng og líma á gólfið frammi á gangi og þá gátum við séð munin á síldinni og svo steyprið, hvað munar miklu og við ákváðum að mæla og bekkur minn lagðist á gólfið til þess að athuga hvort við næðum að vera jafn stór og einn steypireyður og okkur tókst það ekki, þannig við erum að fá lánað af fleiri 6 ára krakka og við komumst að því að það þarf 25 6 ára börn til þess að vera jafn stór og einn steypireyður. Þannig að þeim fannst þetta ótrúlega skemmtilegt að sjá þetta svona. Svo kom að fánanum hjá okkur og eins og bekkur minn, við komumst að það eru margir fánar í bekknum hjá mér en við byrjum á því að fara í september, byrjaði undirbúningu fyrir þetta þema sem var í desember. Við fórum á Tindum sprek. Ég byrjaði hins vegar með stráknum mínum, við fórum í bústað til mamma og pappa að grísa skóginn og ég tók með mér stofna heim og undirbúa. Ég kom með sögu íslenska fánans og við erum búin að vera að syngja lög tengd þemanum, eitthvað sem tengist fiskunum og eitthvað sjávardýrunum, eitthvað sem tengist ljós og skugga og eitthvað sem tengist fuglunum, en mér datt ekkert í hug með fánan. Þannig að við ákváðum bara að stikla á stóru með fánalögin. Hvað mætti, hvenær má flagga fánanum og svoleiðis og þeim fannst það mjög spennandi að læra eitthvað og ég frétti af því að einhver hefði verið að keyra heim með mömmu sinni og bara heyrði mamma, þessi að flagga fánanum á vitlausum tíma. Þannig að það gaman að því að þau að fylgjast með og virkilega að pæla í því sem við erum að tala um. En þetta eru þjóðfána krakkana í bekknum, þannig að sjáu að þetta fjölbreyttur hópur. Þannig að mér fannst mjög mikilvægt að taka þá ekki bara íslenska fánan heldur líka leyfa öllu hinu að vera með. Og það var skemmtilega við, ég læt þarna 1. des fylgja með að við komum, með það svo skemmtilegt við skildum akkurat koma 1. des á Þjóðminjasafnið að læra fánana og skildina. En sjáu þið, þarna eru foreldrar með og við erum að fara safnið og aftur samur hringur en alltaf eitthvað nýtt. Og mjög gaman að því að að það ein mamma sem kemur alltaf með þessi hún hann í rauðu peysunni og hún alltaf spennt að koma. Hún búin að taka hvern einasta miðvikudag frá þegar ég fyrir lengri ferði til þess að koma með og læra eitthvað nýtt. Þannig að hún frá Kosovo og hún búin að segja mér að hún búin að búa á Íslandi í 30 ár en foreldrar hennar búa úti og hún segist hringja heim eftir þessar ferðir til þess að kenna þeim eitthvað nýtt Ísland og eitthvað nýtt sem við vorum að læra. Og það var svo gaman að þessum myndum að því að við annarlega við erum svolítið líkar að hún þarna að tala landvættina í myndinni hægra megin og allir að fylgjast með á meðan hún að leika örnin Þannig að við erum báðar svo mikið að tala með höndunum og ég næ svo oft myndafinn akkurat í þessum skemmtilegum momentum. Og við byrjum allar ferðir á að koma á safnið og fá okkur nesti og við gerum það bara í kjallaranum. Og og þessar lengri ferðir sem við höfum verið á safninu að þá höfum við tekið okkur pásu og farið niður og fengið okkur nesti. En eins og sjáðu þá eru krakkarnir alltaf með augun opin. Við vorum í göngutúr á leiðinni á Klambratún í leiki að þá stoppar eitt barn mig og hrópar ég finn skjöld, Sóley, komdu! Og þau vissu strax hvað skjöldur þetta var og hvað táknin standa fyrir. Þannig að það svo skemmtilegt hvað þetta að þau eru allstað með augun opin. Þannig að svo bjó ég til bara fánadans og við fórum út á tún að leika. Og nýttum þjóðfána krakkana og svo bara listsköpunin okkar að búa til við nefnilega ákváðum í staðinn fyrir að gera okkar eigin fána sem íslenska fánan eða fánan frá Kosovo eða Spáni að það ákváðum við ímyndum okkur við værum að finna nýtt land og þau fengu að hanna sinn eigin fána. Þannig að þau gerðu það og það kom ótrúlega skemmtilega út. Og svo bara límdu þau, þarna spreki sem við fundum í september og stofnun sem ég sagaði niður í ágúst og svona. En áframhöldum við, það tröll og aðrar vættir og við vorum mikið með þjóðsögur og munnmæli og þetta spannaði 2 mánuði vegna þess að náttúrulega desember
að þá nýttu okkur jólasveinana og jólavættina. Þannig að við komum á safnið í heimsókn og þarna voru þessar 2 heimsóknir í desember, annars vegar fáninn og skjaldarmerkin og jólasveinin. Og við fórum miðbæjaröld að skoða jólavættina og við endum svo á Valdísi að fá okkur ís. Þannig að þetta var mjög skemmtileg ferð og svona síðasta ferð haustannarinnar. Þannig að svo eftir jól þá byrjum við að koma á safnið að læra tröll og aðra vætti. Og við tókum hérna fyrir sögurnar djáknana á Myrká, Bakkabræður, Gilitruttu og ýmsar álfasögur. Þannig að við sjáum við hverja stoppustuð þá sagði Anna Leif okkur einhverjar spennandi sögur. Og auðvitað við fórum að gera listaverk og úr endurunnu efni að þá þetta, við fengum nýja spjaldtölvur í skólan og þetta kassanutarinn spjaldtölvunum og við byggum til okkar eigin heim og þau leiruðu helli til þess að setja ofan í heiminn og byggu til tröll. Þannig að þetta bara gamalt púsluspil sem ég áttu að vantaði í það. Mér fannst bara upplagt að nota það í tröllin. Þannig að þetta listaverk var eitt af því sem var hérna á barnamenningarhátíðinni. Og þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Svo samvinna við aðra kennara skólans sem mér finnst bara algjört gull. Af því ég það að tala þá við eins og sérgreinakennarana, fá það til þess að hjálpa mér að finna lög, tónmenntakennarana, að finna lög fyrir sem tengjast þemunum. Þarna var ég með heimilisfræðikennaranum. Hún tók þau í heimilisfræði og þau bjuggu til tröllaleir og svo fengu að mála hjá mér. Og svo tók við Þorri og húsdýr og gamli tíminn. Og hérna komu eins og þarna önnur góð mynd af Önnu Leif. Það sem hún að segja okkur úr hverju skeiðarnar búnar til gamla dag. Spænir, já. Ég ætlaði að segja spænir. Og þarna við að fá að heyra sögur bara af gamla tímanum. Og þau fengu að prófa að kempa og spinna sem að slóð þau lítið gegn. Flesti komu aftur tilbaka í skóla með vinabönd sem þau höfðu búið til í skólanum. Eins og ég segi, það allir brosandi út af eyrun. Við fórum svo á safnahúsið vegna þess að listamaður þessa mánaðar var og kennari í skólanum. Ég vildi nýta mér það vegna þess að hún Ólöf Einarsdóttir, hún nota svo mikið ull og hrosshár og við ákveðum að fara og skoða listaverk eftir hana og svo skoðum við og við ræddum þarna eins og ég sagði setja þarna í hring og við erum mikið að velta fyrir okkur hvar ætli hún hefði verið þegar ég datt í hug, hvar ætli hún hefði fengið hugljómunina fjallasýn, þetta listaverk og þannig að við sátum í örugglega gott korter 20 mínútur að bara velta fyrir okkur þessu listaverki og ég sagði við erum svo heppin að þessi listamenn sem við vorum búin að taka fyrir því miður allir dánir en við erum ekki nóg með það að þessi listamaður sé á lífi heldur hann að kenna í skólanum þannig við getum fengið að hitta hana en við röltum sýninguna og sáum fleiri listaverk þarna og svo kom upprifjun og húsdýrin og við ræddum húsdýrin og upprifjun þorskin og svona sem var bara skemmtileg tilviljun nema svo fékk ég Ollu til þess að koma til okkur að ræða listaverkið og sýna okkur hvernig hún gerði og þetta spjaldvefnaður sem þetta listaverk og hún sýndi okkur hvernig hún gerði það og svo sáum við spjaldvefnað uppi í næstu ferð sem við komum á Þjóðminjasafnið og þá mundu þau eftir því hvernig hún gerir þetta sem var ótrúlega skemmtilegt. En við fórum líka á landnámssýninguna og fengum leiðsögn þar og Árbæjarsafnið gamla tíman og það var skemmtilegt að við þessa ferð að því að nú var ég búin að segja helling bara í gegnum sögur en við erum líka búin að koma á Þjóðminjasafnið og við erum búin að fara á landnámssýninguna svo þegar við vorum á Árbæjarsafninu og svo sem var með leiðsögnina
að í hvers skipti sem hún kom með spurningu að það voru öll með svör og hún spurði mig svo ég enda leiðsagnarna hvort að ég hefði undirbúið rosalega mikið fyrir ferðina en það var ekkert þannig, þau voru bara búin að læra svo mikið í gegnum þessa heimsóknir sem við erum búin að fara í allan vetur, þau eru alltaf að læra eitthvað nýtt þannig að það var svo skemmtilegt að þau gátu alltaf svara, það var alltaf einhver sem svaraði en svo ákvað ég að kenna húsdýrin í gegnum hugakort þannig að ég byrjaði bara á að skrifa dýrið á miðju töfluna og svo út frá því þá skrifa ég kannski æti, hvað ætlaðu borði, hvað ætlaðu þetta dýr borði og ótrúlega hvað þau vissu og svo náttúrulega þegar ég var búin að gera þetta einu sinni tvisvar þá vissu alveg hvað var framundan en með hverju húsdýri að þá fylgdi táknmál, það fylgdi einhver orð eins og að vera nautsterkur, hvað þýðir að vera nautsterkur eða hvað þýðir að vera morgunhani, alls konar eitthvað svoleiðis og orð sem við notum í daglegu tali og svo kenndi ég málshátt tengd dýrinu og einhverja sögu sem að í næðistund en á eftir getið þið skoða ég setti málshættina svona upp þannig að það væri auðvelt að muna og þetta hangir upp á vegg hjá okkur eins og hérna allir hanar hafa kampinn þá setti ég bara mynda af hana og textanum með þannig að þetta er alltaf fyrir sjónum og þau sjá þetta hérna, kýrin mjólkar ekki meira þó skjólan sé stór og þetta er alltaf og þau sjá þetta og það muna, ótrúlega hvað þau muna en við náttúrulega listaverk ég komst yfir vetrarfeld af hesti og taglhár og hellingsull og við byggum til listaverk og þetta listaverk var hérna líka á sýningunni og þetta hérna er bara plata úr skáp sem ég fann inn í geymslu sagaði niður, þau fengu að mála og líma að vild þessi hár og ullina og úr þessu var listaverk sem að þau gáfu svo nafn og ótrúlegt að hérna, nöfnin sem við datt í hug 6 ára að það var Perla hafsins hét eitt og vorið hét annað þannig að mjög skemmtilegt hvernig þetta kom út hjá þeim en við náttúrulega jákvæð að kenna gamla leiki náttúrulega í takt við þorrann og húsdýrin að ég kenndi þeim að reisa hórgemling og brókin hann skíða og hérna við reyndum eins og ég og stuðningsfulltrúinn minn reyndum eins og við gátum að gera þetta, maður þarf að grípa undir fótinn í eyrað og ná að standa upp. Það er erfiðara heldur en það lítur út fyrir að vera. En þeim fannst það mjög skemmtilegt og vildu reyna aftur og aftur og aftur og aftur. Við vorum ekstra lengi annan dag á Klambratúni. Og við fórum í reiptók, ég fekk reipi lána hjónuleg sem yfir 100 ára gamalt og úr hrosshárum. Og fórum í reiptók inn í stofu. Þannig að það var, og voru svo mikið læti í okkur að kennararnir næstu stofum ákvað að koma að kíkja á okkur og hvað við værum eiginlega að gera. En það var svo mikið keppnisskap í þeim eins og við sjáum þarna einn í horninu alveg þvílíkt að hrópa á þau. Og hérna eru dæmi úr sögubókunum okkar, úr ferðunum eins og við sjáum hérna listaverk hennar Ollu lengst til vinstri og hérna heitir Fjallasýn og svo er þetta úr landnámssýningunni og þetta er úr Árbæjarsafninu og Þjóðminjasafninu. Ótrúlega fallega tekningar hérna. Herri, líkaminn og jóga. Annalega er jógakennari líka, þannig að hún bauð okkur hingað á safnið í jóga. Þannig að við bara sýna líka krökkunum að við getum notað safnið í svo margt. Þetta er ekki bara gamli hlutir hérna, heldur er þetta vettvangur fyrir svo margt annað. En við fengum það skemmtilega verkefni að vera með á barnamenningahátíðinni og við komum og æfðum okkur deginum áður, komum hingað sem listamenn deginum áður að setja upp sýningun okkar og ég ótrúlega stoltir krakkar, ótrúlega stolt af verkefnunum sínum, fengu að raða upp tröllaheimunum sínum
og setja nafnið sitt undir listaverkinu sín og fengi að prófa búninga þarna líka í leiðinni. En við fórum svo upp og fögnuðum þessu, ég bauð þeim í kaffi, heitt kakó og ávexti og svona og fengum að fara upp á efstu hæð sem við höfum aldrei farið áður og skoða útsýni og þeim finnst þessi ferð eina af þeim skemmtilegustu. En svo daginn eftir komum við í sparifötunum aftur í strætó en þá sem listamenn á sýningu og tókum á móti foreldrum og ég svo glöð að það komu foreldrar með öllum börnum. Þannig að það var svo gaman að allir komust til þess að fylgjast með krökkunum syngja og skoða listaverkið þeirra. Sem bara ótrúlega mikill hápunktur bara þessara ferða og afrakstur barnanna. Þannig að það bara geggjað. En það sem að mér finnst bara að hafa gengið í þessum ferðum og eftir þessar ferðir, bara allar ferðir hafa gengið ótrúlega vel og ég lagði af stað með það í huga að það yrði skemmtilegt og ég var bara með 2 reglur af því maður er alltaf stressaður að fara með krakkana í ferðir og passa upp á raðir og passa upp á götur en ég var með 2 reglur og það var bara það þurfti að halda í við mig og passa sig á götunni annars þurfti ekki 2 og 2 að leiðast, það máttu 7 leiðast ef þau vildu eða hvað sem en bara hafa gaman af og foreldrar hafa sagt með sögur af krökkunum þar sem að þau eru að eins og 2 systur sátu við borð og voru að fá sér kvöldmatt og stelpan í mínum bekk á systir sem 2 árum eldri og þessi sem 2 árum eldri fekk aðeins svo lítið á diskinu fannst henni og hún kvartar yfir því mamma, þú ert að gefa henni meira en mér og þá segir stelpan í mínum bekk já, betri lítill fiskur en tómur diskur og þessi eldri stóð bara á gati og vissi ekkert hvað hann var að tala en svona að þetta komi inn og það annar strákur í mínum bekk hann á líka systir sem 2 árum eldri og þau voru að lesa svona skyldulestur heima sem allur bekkurinn var að lesa og þá kemur eitthvað í sögunni Sæmund fróða og þá segir hann bara, heyrðu, ég þekki hann ég búin að sjá styttuna þegar hann var hérna á selnum og systirinn hafði ekki hugmynd hvað hann var að tala en þá vissi hann eitthvað sögupersónuna sem var í bókinni þannig að alls konar eitthvað svona þetta ótrúlega skemmtilegt og líka það sem mér finnst líka sterkast af öllu að það var ein hjá mér sem var hjá mér líka í fyrra mjög hlédræg og vildi aldrei tala skólan þegar hún kom heim en mamma hennar sagði við mig bara núna hún var svo spennt að koma á barnamenningahátíðina og sagði bara að dóttir hennar væri búin að blómstra eftir veturinn. Hún kemur heim okkur einasta degi og segir eitthvað nýtt. Og eftir hverja einustu ferð þá hún að segja með eitthvað og foreldrarnir læra eitthvað nýtt. Og þar finnst mér bara vera mesti sigurinn. Að hún fari glöð heim. En mitt motto bara var svolítið bara að allt mögulegt þar til það ekki mögulegt í þessu verkefni. Bara nýta sér allt sem að hægt og gera það skemmtilegt. Þannig en eitthvað sem eru spurningar? Eitthvað sem eitthvað dettur í hug? Ég ætla að koma með mikrofóninn til ykkar. Mér finnst þetta algjörlega frábært hjá þér og mér finnst bara öll börn ætti að fá að njóta svona. Já. Mér finnst þetta frábært. Geggjað, takk fyrir. Takk fyrir. Eitthvað döfin eða þið fleiri skólum? Vonandi bara gæti ég fengi að kynna þetta í fleiri skólum og einhverjir þori að því ég veit að með sjálfa mig að ég hefði ekki þora að fara í svona margar ferðir fyrir 4 árum síðan, fyrir 3 árum síðan en ég fann það bara, þetta ekkert mál. Þetta alveg frábært. Börn bara heppin að hafa svona góða kennara. Þetta mikil gjöf. Takk fyrir, takk. Takk fyrir. Já, ég meina spurningu. Ég hef veltað fyrir mér og einmitt fyrir þá sem langa að taka upp þetta verkefni nefndi nefnilega hrosshár og aðvöld með mikið aðfengum og ég svona veltað fyrir mér að ég væri kennari og myndi langa að apa þetta verkefni. Hvernig svona aðgengi að
að þessum hrossárum og þú nefndir skáphurð, eitthvað svona sem þú lærðir, sem þú gætir mælt með fyrir þá sem langa að gera Já, góð spurning. Byrjaði að gramsa í geymslunni og svo þetta bara, yfirleitt þekkir eitthvað sem þekkir eitthvað sem þekkir eitthvað. Mágur minn fer á gæsaskiptri og ég heyrði í honum, náði honum áðan hann fór á gæs og hann reddaði mér. Það stuðningsfulltrúi hjá okkur sem á hross, þannig að hún reddaði mér hrosshárunum og svo aftur mágur minn, bróðir hans á nokkrar rollur, þannig að ég gat reddað mér ull, en þetta oft bara spurning að taka upp símann. Vegna þess að ég efa það, ef þið vanti ull, þá efa ég það að einhver bóndi neyti þér um 3-4 lúkur af ull, skilurðu. Þannig að þetta bara svolítið svona, einmitt, að allt mögulegt, þar til að það ekki mögulegt. Bara. Og svo finnst mér líka svo mikilvægt að það komi fram að þetta verkefni var svona og öll verkefni þurfa ekki að vera eins. Þannig að það hægt að nýta Þjóðminjasafnið fyrir þessi verkefni og mörg fleiri sem við erum ekkert einu sinni búin að uppgöta. Þannig að það og svo sérsýningar sem eru hér í 4 sölum á hverju tímabili sem við gátum nota líka. En eins og ég nefndi hérna í upphafi að þá skrifaði ég stórt verkefni byggðasafni á Akranesi og þar var ég búin að finna út að nota mitt útisvæði og gömlu húsin og kúturinn og eitthvað svoleiðis fyrir alls konar verkefni fyrir ólíka aldurshópa. Þannig að það að gera að sníða sér stakk eftir vexti hvað það varðar. En þar sem að Steindór einn í sal og hann nýr samskiptastjóri hjá okkur og hann svo strangur með myndbirtingar, að þá vil ég nefna það að það sérstaklega leyfi frá öllum foreldrum fyrir myndbirtingum og myndatökum af börnunum og börnin eru beðin leyfis líka áður en að myndir eru teknar af þeim. Í lagi taka myndir í dag, bara svo þið vita af því að þetta allt saman gert í þeirri virðingu líka, þau eru meðvituð þetta. Algjörlega. En svo líka bara, ef að fólk hefur áhuga, þá náttúrulega alltaf hægt að bara hafa samband við mig þess vegna eða önnuleif og svo náttúrulega þetta bara spurning að bara leyfa sér að vera svolítið hugrakkur og fara vel út fyrir ramman. Og ég ákvað bara í hverju einustu ferð að þá ég bara með hérna bakpoka á mér. Hversu langt ég var eiginlega að vera hér? Já, verður hérna. Já, í bakpokanum ég alltaf með keilur. Ég alltaf með bolta. Ég alltaf með hátalara. Og ég alltaf með vesti. Og þetta hefur nýst mér vegna þess að við erum að taka strætó og stundum þurfum að taka 2 strætó og við þurfum að bíða og þá nýti ég tækifærið. Ég fór í leiki fyrir framan safnhúsið, ég fór í leiki hér á lóðinni, ég fór í leiki við hliðina á Sjóminjasafninu fyrir framan Hvalasafnið. Þannig að ég nýti allar ferðir, ég þaulnýti þær og ég alltaf með þetta tilbúið, ég eins og skáti. Þannig ég alltaf með þetta tilbúið og svo með hérna spritbrúsinn og vassflaska og plástrar og ég alltaf með þetta tilbúið. Þannig að þetta rosalega einfaldur farangur að fara með. Og mér finnst líka í því samhengi, þá finnst mér svolítið skemmtilegt að því að nú erum við búin að vera að lifa við ákveðnar hömlur í vetur varðandi COVID, að það eru 2 miðvikudagar búin að detta út hjá þér, eða 3? 2, en ég hef fært færðirnar þá bara yfir á föstudag í staðinn. Já. Þannig en þið sjáu líka sko, hvað þetta veitir orku að gera svona skemmtilegt verkefni. Algjörlega. Það bara alveg ótrúlega skemmtilegt og krakkarnir eru náttúrulega því að Sóljós, fólk vil gjarnan reyna að kalla mig Önnu, en mér finnst ég ekki að heita Anna, ég heiti Anna Leif. Og krakkarnir kalla mig Önnuleif frá upphafi, af því að þau kynnast mér þannig. Og þau eru orðin nánast sko heimavön hérna. Já. Og það svolítið skemmtilegt. Svo annað sem ég langar að benda á að af því að við erum búin að vera að gera svo ólík verkefni að þá var það ekki fyrr en í það var í þjóðsagna heimsókninni sem að þau loksins stoppuðu við og sáu beinagrindunar
og það fólk sem hefur komið hingað í Þjóðminjasafnið að skoða veit að beinagrindurnar er svona eitt af því mest spennandi og valla nokkuð getur látið framhjá sig fara. En við föttum ekki að nota beinagrindina fyrir en bara á þessu ári. Það voru liðnir margir mánuðir. Og það var bara því að það var svo margt annað skemmtilegt og spennandi að skoða. Hvar er beinagrinda þemað? Og er bakkar hér. Aha, er það að koma? Þarna er þetta högstar. Við vartum bara fram hér. Já, allt í lagi, það skiptir ekki máli. En allavega að það er bara, safn er bara þess eðlis að það er bara það að koma inn á safn hefur fræðslugildi í för með sér. Og svo að nýta sér það sem maður sér á safni til eigin listsköpunar, þá ertu komin yfir í einhverjar aðrar víddir. Þannig að ég er svo stolt af þessum krakkum, ég er svo stolt af þessu samstarfsverkefni. Og það sem okkar svona formlega samstarfi líkur og kannski núna í júní að þau eftir að koma allavega 2 sinni í viðbót, þau eftir að koma í blómaþema og svo ætla þau að koma og kenna foreldrum sínum í júní á uppskeruhátíð. Og þá koma þau og fá aðstoð frá okkur, við ætlum að útbúa fyrir þau sérstakan ratleik þannig að þau fái eitthvað í hendurnar til þess að kenna foreldrum sínum og síðan munum við labba út í hljómskálagarð og grilla og svona. En verkefnið í rauninni, þó að þau munu kannski koma sjaldnar hingað, að þá munu það samt halda áfram vegna þess að öllum líkindum að þá munu þau halda áfram að fara á söfn og að nóg aftaka. Þannig að þau eftir að fara á nokkra staði næsta vetur líka og nýta sér þessa kennslu aðferðir áfram. Algjörlega. Og ég meina ég er að fara á Kjarvalstað á morgun, Grasagarðinn og Húsdýragarðinn í maí. Þannig að það er helling sem við erum að gera. Og svo því að þið voru að spyrja áðan hvort að fleiri skólar muni geta tekið þetta upp, að þá langar okkur að kynna þetta fyrir kennurum á sérstökum svona fyrirlestraformi eða einhverjum námskeiðum fyrir kennara sérstaklega. En það eru þau auglýst síðar. Já, en svo er ég með ef þið viljið skoða á nefn farið, þá er ég með á borðinu dæmi bækur sem ég notaði. Það eru 3 þema á borðinu úr húsdýrum, sjávadýrum og tröllaþemanu. Og svo leikjabókin mín, svo er ég með sögubækur, nokkrar frá krökkunum eða þið viljið skoða sögubækurna þeirra. Já, og svo náttúrulega bara reipið okkar. En og svo á veggnum er plakkat með sjávarþeman okkar og inn í stofunni minni eru plakkat fyrir öll þemin sem við erum búið með og það er svona upprifjun fyrir krakkana til að sjá hvað við höfum verið að gera. Þannig að endilega skoðið á orðinu farið. Þannig að erum við ekki bara, góðar. Eru fleiri athugasemdir eða spurningar? Bara frábært. Takk fyrir komuna. Dásamlegt, takk fyrir komuna. Já. Takk fyrir.